Haraldur, þú segir mér sko, byrjum á fyrstu minningunum úr Hólminum. Ég fæddist í Hólminum 14. júlí 1930. Móður mín, hún var þá 22 ára, hún var hólmari og öll hennar systkini bjuggu þá í Hólminum reyndar og ég fæddist í húsi afa míns sem hét Teitshús en núna kallað réttilega Oddshús eftir honum. Þar bjuggu þau, Oddur Valentínusson, sem var þá hafnsögumaður á Breiðafirði og hafði verið sjómaður eins og hans fólk hafði verið langa hríð, bæði á Vestfjörðum og við Breiðafjörð. Amma hins vegar hét Guðrún Hallgrímsdóttir, hún var ættuð úr Grundarfirðinum frá Látravík, var einkabarn foreldra sinna, erfði jörðina og þegar hún giftist afa, þá seldu jörðina og byggðu þetta hús fyrir jarðarverðið. Mamma var samsagt fædd 1908, var 22 ára. Pabbi var 4 árum eldri, hann var Reykvíkingur. Reyndar ættaður, móður hans var reyndar ættuð frá Seyðisfirði og hafði flutt til bæjarins aldamótin 1900. Hann hafði verið alinn upp í Reykjavík en fór í sjómennsku og hafði á einhvern veginn eiginlega dagað uppi í Stykkishólmi og var þar við verslun Ágústs Þórarinssonar og líka hjá syni hans, Sigurði hvers son var hann, Sigurður? Já, það skiptir ekki máli, við byrjum aftur. Hann var þar við verslun og þau giftust veturinn 1930 og ég kom þá í heiminn. Mér eiginlega ákaflega alltaf hlýtt til Hólmsins og mér hef svona seinni tíð farið að segja að ég nú hólmari. Það svona það sem mér finnst mjög eðlilegt. Því fyrstu minningar mínar eru frá Hólminum. Og Höfðin og Súandisey og Höfnin, Makkavíkin, allt þetta var mér ákaflega nærtækt að sjálfsögðu og mér líður alltaf vel þegar ég kem í Hólmin. Og ég þekki ennþá einhvern veginn svona alla afstöðu bæði bæjarins, bæjarstæðisins, þó að það var náttúrulega þanist út. En ég gef mér einhvern veginn líka fullkomlega grein fyrir stöðu þessa kaupstaðar, hvað hann stendur á geysilega fallegu landi og hvað þetta fjölbreytt, ekki bara sjálfur hólmurinn, sjálfur bærinn, heldur þessi gífurlegi fjallarhringur sem alltaf hefur heillað mig, alveg frá Snæfellsjökli og út í Stálfjallið. Maður sér nú í Stekki út á Látrabjarg, en maður sér út á Stálfjallið og síðan öll Barðastrandafjöllin, Fellsströndin, Dalinnir og inn Hvammsfjörðin, Drápuhlíðarfjallið og fjöllin yfir Grundarfirði og Ólafsvík. Og allt þetta, Bjarnarhafnarfjallið, þetta mér allt saman einhvern veginn svo nærtækt og einfalt. Þetta land sem ég finn mig í. Einhvern veginn þegar ég kem í Hólminn þá kemur alltaf þessi sama tilfinning. Já, þetta minn staður. Þetta akkúrat minn staður, Hólmurinn. Og ég eiginlega, með allri virðingu fyrir hinum ágætu Hólmurum nútímans, ég get eiginlega aldrei fyrirgefið þeim að setja landbrúna út í Súandisey. Það eiginlega skemmti pínulítið fyrir þessu litla, skemmtilega svæði við Stykkið og Höfnina. En ég var náttúrulega fyrst og fremst náttúrulega alltaf niður á bryggju og tvívegis hafði ég nú það að fara í sjóinn. Í fyrra skipti var nú einhver góðviljaður náungi sem að dreif mig upp úr áður en að mér tókst að fara yfir móðuna miklu. Í seinna skiptið lenti ég í þeim vandræðum að
eins og margir vita þá mikið útfyrir við Breiðafjörð, þannig að það vantaði bara sjóinn. Þannig að þá fór hausinn á milli allt illa og einhver góðhjartaður maður kom að mér alblóðugum þar í fjörunni og síðan ég alltaf með svona alls konar hnúða hérna á höfðinu. En allavega fór þetta nú allt saman ágætlega. Síðan þetta árum sem sagt þegar kreppan að skella yfir landið og það voru nú kannski ekki mörg úrræði í þorpinu fyrir menntunarsnauðan mann úr Reykjavík og unga konu. Þannig að þau ákveða að leita gæfunnar í Reykjavík og haustið 1935 þá leggjum við upp með Súðinni sem að þá var strandferðaskip og höldum til Reykjavíkur. Í Reykjavík voru þá amma mín, Sigurbjörg, móðir pappa og bjó hjá yngsta syni sínum, Emil. Og mér ákaflega minnistætt þegar við komum á höfnina í Reykjavík. Fyrst og fremst þau miklu ljós sem voru. Ég man enn eftir þessum stóru ljóskerjum sem voru við Hafnarbakkann. Við höfum komið þarna kveldi. Og þann vetur bjuggum við í Reykjavík og á Nýlendugötunni og þar finn ég enn eiginlega í nösunum tjöruilminn og smurolju ilminn frá Slippnum því við bjuggum alveg við Slippinn. Og enn þann dag í dag þá það svona kannski ekki alveg eins og að koma í Hólminn en mér finnst alltaf svolítið notalegt að koma á Nýlendugötuna og þó að þar hafi nú orðið meiri byltingar en landbrúin út í Súgandisey í Hólminum þá það samt sem áður einhver tengsl, kannski ekki tilfinning, einhver svona, einhver notaleg tilvera sem að ég finn ennþá fyrir þarna niður frá. Og þarf alltaf að taka fram að uppáhalds kaffihús mitt að sjálfsögðu kaffivagnin út á Granda. Nú við erum þarna veturinn á Nýlendugötunni og þá svona kynnist ég aðeins föðurbræðrum mínum og ömmu sem ég hafði nú reyndar aldrei mikið samband við og ég hitt hann oft eftir ég kom í menntaskóla, þá var hún orðin háaldruð. En vorið þá haldið vestur. Oddur bróðir minn hafði fæðst þarna 3 árum eftir mér og hann 2 ára þegar við förum suður og hann þá eftir hjá afa og ömmu í Hólminum og var þar reyndar að ég held þangað til að þau fluttu árið 1939 til Keflavíkur. En þarna vorið, sennilega upp úr miðjum maí eða eitthvað svoleiðis, þá förum við og mamma að fara vestur og það farið með Laxfossi, með einhverju, Laxfoss var nú ekki komið þá, það var eitthvað annað skip sem við fórum með í Borgarnes og svo tökum við rútuna en þegar ég kemur á Brúarfossi við Hítará, þá ég bara settur út og áður ég veit af ég komin upp á Hnakknefið hjá manni sem ég átti nú reyndar eftir að kennast mjög vel seinna, Teiti á Brúarfossi. Hann reiði mig á grána sínum upp inn með hraununum og yfir að mér fannst þá mjög margar ár, það voru nú víst ekki nema 4. Mér fannst við endalaust vera að sulla í ám og það sem mér minnistæðast á þessari för á grána með Teiti, það var ilmur sem að ennþá vekur hjá mér bæði tilfinningu fyrir því sem var og tilfinningu kannski einhvers framandleika sem erfitt að útskýra og það var
birki sem var að byrja að springa út á þessum dögum. Síðan komum við í Staðarhraun, þar sem að mér sagt að ég hafi komið þar áður en ég man ekkert eftir því. Ég hef kannski einhvern tíma þegar verið 3 eða 4 ára. Ég veit ekki neitt um það. Ég man ekkert eftir því. Og þar ég allt í einu komin til fólks sem að mér fannst ég aldrei hafa séð áður og ég bara var þar. Þarna fáum við smá